Jæja, Ægir. Síðasti leikur móti Frakklandi hérna, kannski fór ekki svona óþarflega stórt tap, sammála því? Já, þetta var náttúrulega alltaf stórt tap og bara erfiður leikur að spila. Ég meina svona physically og mentally náttúrulega greinilega bara eftir að vikja svolítið erfiður leikur. Við náðum einhvern veginn ekki strik svona líkamlega að mæta þessu að einhverju krafti og ná að sína einhverja snerpu sko. Það var held ég svona nummer 1 og svo hausinn líka. En svo setjum við það til hliðar og það voru margir sem bara fengu að skína hér í dag og bara þetta var bara alltaf aðeins betra og betra þegar leið á. En svo horfði bara maður á tímabilið mótið yfir höfuð og situr í smá svekkelsi en situr samt í rosalega miklu samþakklæti og stolti yfir hvernig við performum á stóra sviðinu og vantaði bara lítið upp á. Lykilmenn virtust vera svona, með hausinn rétt skrólan á lengst af í þessu móti. Þau voru að fá helling bara inn á bekknum á löngum köflum eða þú veist bara á mörgum stundum í þessu móti. Samanlega því? Já, heldur betur. Þú bara sýnir okkur hvers konar breytt við erum með í þessum hóp og hvað hausinn sterkur á mörgum drengjum, ungum drengjum sem eru tilbúinir að taka skarið og taka stórum hlutverkum og allt svoleiðis við höldum áfram að vinna í því. Það er þessi samblanda sem þarf til þess að sigra leiki og það er bara eitthvað sem við vinnum í og þá getum við verið alveg skrýmsli. Skref fram á við í þessu móti með að við þessi borið saman við mótið fyrir 8 árum síðan í Helsinki það sem að liðið er bara til veruleiki það sem að þeir eru búin að vinna þeirra leiki núna, samanlega því? Já, þú bara sér það hvað er stutt á milli í þessu. Ef við performum betur á móti Ísrael og klárum þetta á loka mínútum á móti Belgíu og sama bara með Póllandsleikinn og Slóveníuleikinn. Það er rosalega stutt á milli í þessum körfubolta en þetta kennir okkur samt það að hversu mikið og hversu sterkan haus þú þarft til að vinna svona leiki á svona sviði. Þú ert að díla við allt annað skrýmsli og ert að díla við eitthvað svona, allt sem er í kringum mótið og fjölmiðlar og fjölskyldu og fans og einbeitingu sem þarf á milli leikja og recovery og allt þetta. Þetta er bara enn eitt lærdómurinn í hvað þarf til og við lærum af því. Undankeppni heimsmeistaramótsins næst, ég ætlum ekki að fara að ræða eitthvað sérstaklega um þá leiki en svona mót hlýtur að setja ákveðið bara svona olíu á eldina að vilja komast aftur. Já, og það sé stutt í næsta mót og stutt í stóra leiki. Það er náttúrulega partur af þessari vegferð og nú stillum okkur og tökum hellings af dóti með okkur inn í þá leiki og það er bara spennandi. Alveg að lokum, Baldur gefur hann frí í næstu viku eða hvernig? Er það bara mæting á mánudaginn í lyftingar? Já, er það ekki bara fá smá högg í magann, ég held að það sé bara best, komast í rútínuna og nei, ég veit ekki, ég held að ég þurfi smá pásu og ég held að allir strákarnir þurfi að fá smá svona, kannski andlega pásu og líkamlega eftir svona, þetta er náttúrulega margir leikir á fáum dögum og mikið álag á alla vegu og ég held að vera sniðugt að menn fara ekki á full blast áður en tímabilið byrjar, vinni sig aðeins hægt og rólega inn í þetta og koma svo klárir. Kærar þakkir. Takk sem þið.